Nú er ég með kúlur í poka, 3 gular og 4 appelsínugular og ég ætla að draga 2 kúlur og setja þær svo aftur í pokann og ég ætla að finna líkurnar á því, ég ætla að teikna líkindatré. Þannig að ég byrja hérna. Fyrsta kúlan sem ég dreg er annaðhvort gul eða appelsínugul. Líkurnar á að hún sé gul eru 3/7, því það eru 7 kúlur samtals. Líkurnar á því að hún sé appelsínugul eru 4/7. Það sýnir mér bara þolinmæði. Ok. Ef ég hefði nú dregið gula kúlu og dreg ég næst kúlu númer 2 og hún er þá væntanlega annaðhvort gul eða appelsínugul. En nú er ég búin að draga eina kúlu úr pokanum, þannig að það eru ekki lengur 7 heldur 6. Þannig að ef ég hefði dregið gula kúlu þá á ég bara 2 gular eftir af þessum 6. En hér þá er ég ennþá 4 appelsínugular en bara 6 kúlur í heildina. Ef ég hefði byrjað á því að draga appelsínugula kúlu þá fæ ég væntanlega annaðhvort gula eða appelsínugula í næsta. Og hér er núna ennþá, ég veit að það er bara 6 kúlur í pokanum. Í þessu tilviki var ég ekki búin að taka neina gula, þannig að það voru 3 eftir, en hérna var ég búin að taka eina appelsínugula, þannig að hér eru þá 3 eftir. Og svo getur maður haldið áfram með þetta. Þetta getur gerst, til dæmis ef ég myndi draga 3, þá væri líkurnar að fá gula núna 1/5, það er bara 5 kúlur eftir og bara 1 gul, og líkurnar á því að fá appelsínugula væri þá 4/5. En ég ætla nú bara að hafa þetta líkindatré upp í 2 umferðir. Líkurnar á því að fá gula er þá margfeldið hérna niður greinina. Það myndi þá vera 3/7 sinnum 2/7. Og ég ætla ekki að reikna endilega upp úr þessu, ég er bara að sýna ykkur aðferðina. Getum við að skrifa þetta hérna 3/7 sinnum 2, afsakið. 3/7 sinnum 2/7. Líkurnar á því að fá eina gula og eina appelsínugula, það getur nefnilega gerst á 2 vegu. Það er bæði hér og hér. Þannig að þá þurfum við að hugsa, ok, fyrri greinin var 3/7 sinnum 4/7 og seinni greinin er þá 4/7 sinnum 3/7 og við leggjum þær saman, sem þetta plús þetta. Og ef við skoðum, ég ætla reyndar bara að skrifa hérna upp appelsínugul, því það er hérna, þá er það bara frá 4/7, 3/7. Ef við skoðum þetta hér, setjum þetta bara upp svolítið á svona, þetta er sem 3/7 sinnum 4/7 pluss 4/7 sinnum 3/7. Þá sjáum við þetta er alveg sömu tölurnar, þetta er 3×4, 3×4, 6×7, 6×7. Þannig að það mætti líka bara segja, þú veist, taka bara aðra greinina og margfalda með 2. En þegar við erum búin að finna allt þetta, allar þessar greinar, svona,
Og ef við leggjum allt þetta saman, allar þessar tölur, þá á að koma út nákvæmlega 1. Nú skulum við hugsa þetta án þess að teikna líkindatré. Ég er kannski með 2 appelsínugular kúlur og 3 gular. Ég ætla að draga 2, setja aftur í pokann. Nei, ég ætla að draga 3 og setja aftur í pokann. Og síðan ætla ég að finna líkurnar á því að það sé engin gul, 1 gul, 2 gular eða 3 gular. Ef það er engin gul, það gengur ekki, það er ekki hægt. Ég verð að hafa fleiri appelsínugular, að hafa 4 appelsínugular. Ef það er engin gul og heildarfjöldi hér er 7, að þá myndi ég vera með allar kúlur appelsínugular. Þannig að líkurnar á því að fá eina appelsínugula kúlu eru 4/7. Núna eru bara 3 appelsínugular eftir og heildarfjöldi af kúlum er 6. Þannig ég dreg næstu kúlu, líkurnar á því að hún sé appelsínugul, 3/7. Og svo dreg ég aftur, núna líkurnar á því að hún sé appelsínugul, 2/5. Margfalda þetta allt saman og þá fæ ég líkurnar á því að hafa enga gula. Líkurnar á því að það sé 1 gul segjum að ég byrja á því að fá gulu kúluna mína, þá er það 3/7 og nú eru bara 6 kúlur eftir og ég dreg 2 í viðbót. Það er þá 4/7, líkur á því að hún sé appelsínugul og svo 3/5. En gula kúlan er ekkert endilega fyrsta kúlan, hún gæti verið önnur kúlan eða 3. kúlan, þannig að þetta getur gerst á 3 mismunandi vegu. Þannig að hér þarf að margfalda þetta með 2. Líkurnar á því að fá 2 gular, það væri þá 3/7 fyrsta kúlan, 2/7 önnur kúlan og 3. kúlan er appelsínugul, 4/5. Þetta getur líka gerst á 3 mismunandi vegu, appelsínugula kúlan geti verið fremst eða í miðjunni. Og svo að lokum líkurnar á því að fá 3 gular, það er þá 3/7 og svo 2/7 og svo 1/5. Og allt þetta þarf svo bara að margfalda saman og fá út einhverjar tölur og heildarsumman af því ætti að verða 1. Þannig að þið getið hugsað þetta svona, bara svona common sense. Ímyndið ykkur bara að þið séu þið alveg með poka af kúlum og hvað gerist ef þið takið eina, hvað er margar eftir og hverjar eru þó líkurnar. Eða að þið getið teiknað líkindatré til þess að svona átt ykkur aðeins betur á því hvað er að gerast. Þið ráðið.